Nú var ég farin að hafa áhyggjur af tæknimálunum en þess að ég ætlaði að vera með döbbaða ræðu. Nei, ekki alveg. Formaður viðskiptaráðs og góðir viðskiptaráðsgestir eða viðskiptaþingsgestir. Ég vil fagna tækifærinu til þess að fá að ávarpa þetta þing og ræða framtíðina, auðlindageirann, tækifæri til þess að gera betur, hvar við erum stödd. Mig langar til þess að ræða aðeins við ykkur það hvaða veg við höfum farið og hvernig okkur hefur gengið fram til þessa að byggja upp lífskjörin á Íslandi, meðal annars með sterkum auðlindageira, líta til framtíðar og koma minni sýn á framfæri við ykkur það hvernig við náum mestum árangri. Það er dálítið einkennilegt með okkur mannfólkið að við höfum oft tilhneigingu til þess að sjá hlutina mjög dökkum litum. Að heimsendir sé nánast handan við hornið. Og við höfum svo sem dæmum það úr mannkynssögunni að í gegnum ekki bara aldirnar heldur árþúsundin þá eru menn alltaf með kenningar það að nú sé heimsendir að nálgast. Og stundum það þannig á vettvangi stjórnmála, ekki bara hér á Íslandi heldur víðar, að það sækja að manni einstaka sinnum þessar hugsanir, vegna þess hversu neikvæðnin og svartsýni getur verið yfirþyrmandi. Þegar að maður var sjálfur að svona vaxa til manns, kannski unglingur á Íslandi, þá voru ýmsar slíkar raddir uppi. Við vorum í algleymi kalda stríðsins. Ég man eftir sjálfum mér heima með utangarðsmenn á grammafóninum, geislavirkir, þið munu öll deyja, söng Bubbi. Og ráðgjafi minn og aðstoðarmaður, Svandís Hólm, hún sagði mér þegar við vorum, Svanhildur fyrirgefið. Þetta fer að verða vani hjá mér. En Svanhildur mín, hún fyrirgefur þetta. Á sama tíma og ég var að hlusta á utangarðsmenn sem að fluttu þennan geislavirka boðskap, þá var hún Svanhildur alveg sannfærð það að hún væri síðasta kynslóðin og ákveðin í því að eignast ekki barn, það tæki því ekki. Þannig að við vorum svolítið á þessum tíma. Ofboðslegu ógnir, andstæður að mætast í heiminum, mikil óvissa, óöryggi og menn vissi ekki nákvæmlega hvert stefndi. En þegar að betur að gáð, að þá hefur nú ýmislegt gengið okkur í haginn. Við sjáum hvernig heimsframleiðslan hefur vaxið með veldisvexti síðastliðin 200 ár, lífslíkur vaxið í margfeldi sömuleiðis, algjör fátækt eins og það heitir á íslensku þýðingunni hefur fallið mjög og ólæsi í heiminum sömuleiðis. Það er ekki langt síðan að Bandaríkjaforseti þáverandi var á ferðalagi og svona í síðustu heimsókn til ýmissa Evrópuríkja, kom meðal annars við í London og flutti þar fyrirlestur og ég minnist þess að hann gat þess þar að hann fengi oft til sín ungt fólk í Hvíta húsið sem að vera að kynna sér það sem að þar væri að gerast og fengi að vera þar í eins konar námskynningu eða starfskynningu í nokkra vikur. Og hann var með einfaldan boðskap til unga fólksins sem er þessi hér. Ef þú gætir valið þér einhvern tíma í mannkynssögunni til þess að fæðast, en þú vissir ekki af hvaða kynþætti þú yrðir, hvar þú myndir fæðast, hverjir foreldrar þínir yrðu, hvort þú værir karlmaður eða kona, hverja trúarbragða þú yrðir, en þú vildir tryggja sem best langlífi og að þú gætir notið mannréttinda, þá myndirðu velja daginn í dag. Vegna þess að það er engin tími líklegri til þess að tryggja þessi grundvallar lífsgæði en einmitt dagurinn í dag.
Þetta held ég að sé ágætt að hafa með sér svona sem veganesti inn í framtíðina, að þrátt fyrir allt sem að gengi hefur á, þá hefur okkur á svo marga vegu, á svo marga mælikvarða tekist að bæta lífsgæði fólksins í heiminum. En þegar við horfum fram á veginn, þá afskaplega mikilvægt að átta sig á því sem að gerast í heiminum. Hvernig heimurinn að breytast? Hvernig heimurinn að breytast frá þeim stað sem við erum á í dag? Og hér í dag hefur svo sem verið komið inn á það að það eru gríðarlega breytingar að eiga sér stað, bæði með tæknivæðingunni, með því að vélmenni að taka við störfum og það stafar ýmis ógn að hefðbundnum iðnaði víða í heiminum. En eins og ég sé þetta í dag að þá eru að eiga sér stað mikil umbylting í raun og veru á svona viðskiptajafnvægi heimshlutana. Þessi glæra, hún að sýna stærð millistéttarinnar í Kína og ég vek athygli á því hvar við erum stödd á þessari glæru. Við erum svona rétt vinstra megin við miðju og millistéttin þar sem eins og annars staðar undirstaðan að neyslunni í heiminum, að eftirspurn sem keyrir efnahagskerfi heimsins áfram, að stækka gríðarlega. Og því spáð að á það bil næstu 15 árum þá muni millistéttin í heiminum stækka allt að 2 milljarða, að verulegu leyti vegna þeirra breytinga sem eiga sér stað í Kína og í Asíu. En ég vek athygli á því að það hefur tekið okkur alla mannkynssöguna að ná bara 2 milljarða millistétt. Það eru aðrir 2 milljarðar að fara að bætast við á næstu það bil 15 árum. Þetta eru grundvallarbreytingar sem að hafa áhrif á það hvernig hlutirnir munu þróast fram á við litið. Og þessar breytingar hafa bein tengsl við það efni sem verið að ræða hér í dag, þar að segja auðlindirnar, hvernig verður eftirspurn eftir auðlindum, takmörkuðum auðlindum og hvernig allur þessi mannfjöldi, þessi stóra nýja millistétt í heiminum kemur til með að tryggja lífsgæði sín. Til þess að takast á við þennan breytta heim, þá þurfa Evrópuþjóðir að standa saman. Evrópuþjóðir, stærstu 3 Evrópuþjóðirnar sem fyrir 100 árum síðan voru með 20% landsframleiðslu eru að komast undir 10%. Bandaríkin og Evrópa sem voru með meirihluta, hafa haft meirihluta landsframleiðslu heimsins, að sigla í áttina 30%. Það eru aðrir að taka við sem að verða stærri, mikilvægari leikendur á þessu sviði. Og ég segi að það sé skynsamlegt fyrir Evrópuþjóðir að standa saman við þessar aðstæður vegna þess að það besta leiðin til þess að fást við þennan breytta heim. Og sömuleiðis þegar svona miklar breytingar eiga sér stað alveg sérstök þörf fyrir skýra framtíðarsýn og sterka forystu. Og hér ein glæran sem dregur upp mikilvægt atriði í mínum huga. Ég held að sé ekki hægt að ná árangri í þessari breyttu heimsmynd án þess að leggja kapp á að efla menntun, setja fjármagn í rannsóknir og þróun og tryggja frjáls viðskipti. Og þegar við lítum í kringum okkur í dag, það í raun og veru alveg sama hvort við horfum til Evrópu eða vestur haf. Ég held að margt af því sem að gerast þar á stjórnmálasviðinu eigi sér rætur í því að fólk í basli með að svara spurningunum það hvernig eigum við að takast á við þessa nýju heimsmynd. Hvernig eigum við að takast á við það þegar störfin hverfa, eins og hér var komið inn á í fyrri fyrirlestri, þegar menn vilja fá störfin aftur heim, gömlu störfin. Það auðvitað hættuleg hugsun að ætla að reyna að sækja gamla starfi sem ekki bara farið yfir í einhvern annan heimshluta, heldur kannski á morgun verður bara úrelt. Og það alveg öruggt í mínum huga að leiðin ekki að einangra sig, að loka á frjáls viðskipti, að reyna að stjórna með boðum og bönnum og draga úr fjárfestingu í menntun, rannsóknum, þróun og því sem leggur grundvöllinn að framtíðinni, heldur einmitt öfugt. Að sætta sig við að heimurinn alltaf á fleygiferð, hlutirnir eru stöðugt í breytingu, allt breytingum háð og leiðin fram á við að sætta sig við það, að fjárfesta í breytingunni.
Ég ætla ekki að dvelja lengi við átökin sem ég vék aðeins að í Evrópu eða Bandaríkjunum á pólitíska sviðinu. Ég bara skil ykkur eftir með þá hugsun. En síðan ef við komum aftur hérna heim, að þá var það þannig fyrir, rétt 10 árum síðan, að Viðskiptaráð velti upp þeirri spurningu hvernig getum við þrefaldað landsframleiðslu á mann fyrir árið 2015. Og við skulum kannski ekki dvelja lengi við það sem sagt var árið 2006 þá hluti, hvernig menn sáu það gerast. Það var auðvitað með því að stórefla fjármálaþjónustuna og ýmislegt fleira sem að menn sáu fyrir sér við gætum gert flutt út samt á grundvelli hugvits til þess að ná því markmiði. Þessi glæra, hún sýnir að við höfum náð markmiðinu að þrefalda landsframleiðsluna á mann frá 1990 og við höfum á þessari glæru erum við að horfa frá 2004 til 2016, þá höfum við náð þeim markmiðum sem að menn lögðu upp með þegar þeir horfðu á árinu 2006 fram til ársins 2015, þrátt fyrir öll áföllin sem að við höfum orðið fyrir. Við vildum á árinu 2006 til 2015 þrefalda landsframleiðslu á mann. Við höfum áður sagt að frá 1990 til 2015 þá vildum við þrefalda virði útflutnings. Hér sjáum við að þetta hefur tekist og ég setti inn þessar línur hérna bara aðeins fyrir ykkur til að hugsa að þrátt fyrir að hafi gerst með allt öðrum hætti, þrátt fyrir að við höfum farið í snembúnar kosningar 2009 og reyndar 2016, þrátt fyrir að við þyrftum að leita ásjónar hjá vinaþjóðum og fara í efnahagslega aðstoð með alþjóðagjaldeyrissjóðnum, þrátt fyrir að við þyrftum að innleiða meira að segja höft og hrun fjármálakerfi sem kemst í heimssöguna, þá tókst okkur að gera þetta. Við fundum aðrar leiðir til þess að tryggja að landsframleiðslan myndi vaxa. Það er óþarfi að fara að rekja það allt hér hvernig við gerðum það, þið þekkið mörg dæmin. Við höfum fengið búhnykki, en við höfum líka aðlagað okkur að breyttum aðstæðum. Við tókum á okkur mikinn skell, við drógum saman seglin, við sættum okkur við lakari lífskjör og byggðum upp samkeppnishæfni með veikari krónu og svo framvegis. Ég sagði að við hefðum stefnt að þreföldun útflutningsverðmæta frá 1990 og á þeim tíma, þegar horft var fram til ársins 2015, hvert var aðal málið í efnahagslegri umræðu á þeim tíma? Hvað var það sem menn sáu fyrir sér að við gætum gert? Já, ég get rifjað eitt stórt mál fyrir ykkur í kringum 1990. Það var að fá álver á Keilisnes, risa mál til þess að byrja að byggja grunn undir þá þróun sem menn vildu sjá gerast. En við fengum ekki álver á Keilisnes en við gerðum ýmislegt annað rétt. Við tókum regluverk til skoðunar, við endurskilgreindum hlutverk ríkisins og svona skilin á milli ríkis og einkageirans og okkur hefur tekist á þessum tíma eins og glæran sýnir mjög vel að fjölga stoðunum sem var eitt helsta leiðarstefið á sama tíma, að fjölga stoðunum undir íslensku efnahagslífi, gera hverja og eina sterkari. Það er svolítið slær mann á þessari glæru að sjávarútvegurinn skuli ekki hafa tekið meira til sín yfir þetta tímabil, en það verður að hafa það í huga að við erum ekki að veiða jafn mörg tonn og eitthvað af því sem að verður að verðmætum úr hafinu flokkast eflaust annars staðar, þó að ég telja að það hafi ekki stórkostleg áhrif á þessa mynd. En að öðru leyti þá sjáum við hversu stórar, sterkar stoðir eru komnar þarna með sjávarútveginum. Álið, ferðaþjónustan, annar iðnaður sömuleiðis verið að vaxa og á þessum tíma sem að liðin þá höfum við þurft að ganga í gegnum erfiða umræðu, tekið stórar ákvarðanir, sumar hverjar mjög umdeildar, en við höfum samt sem áður varðað leiðina að þessum árangri sem að var stefnt. Og það eru enn tækifæri á þessum sviðum. Við höfum heyrt það hér í dag, menn dást sem að koma í sjávarklasann, við háum fréttir af því að það sé verið að fjárfesta í nýjum verksmiðjum eins og inn í Grindavík. Þegar maður fer landið þá sér maður
glæsilegar nýjar verksmiðjur, hvort sem á Eskifirði eða maður kemur til Vestmannaeyja, það er búið að fjárfesta bæði á landi og í búnaði, bæði skipum og innviðum skipana til þess að halda áfram að stórauka verðmætin. Og það er engin spurning að sú fjárfesting, sú þróun sem að þar hefur átt sér stað, hjálpaði til við að hámarka virði til dæmis makrílsins sem synti hér inn í landhelgina á undanförnum árum. Og við getum haldið áfram að taka dæmin það hvað hlutirnir að breytast hratt og hvað við erum að fá ennþá til okkar dæmi að við séum að skapa ný verðmæti eins og á til dæmis við í tiltölulega nýlegum fréttum úr djúpborunum að tæknin stanslaust í þróun. Nú stöndum við frammi fyrir miklum tækifærum en líka áskorunum út af ferðaþjónustunni. Hver hefði trúað því þegar við vorum að innleiða gjaldeyrishöftin og vorum að fást við uppgjör slitabúanna að við kæmumst á örfáum árum í þá stöðu sem við erum í dag að hafa leyst uppgjör allra slitabúanna en á sama tíma værum við með á 900 milljarða í gjaldeyrisvaraforða. Hver hefði trúað því? Það minnst kosti kom enginn hérna á þessum sal til mín og spáði því. Og enginn annar staðar frá heldur. En ferðaþjónustan á þar gríðarlega mikinn þátt að máli, hefur í raun og veru verið það sem við höfðum umfram til þess að leggja til hliðar á þessum erfiðu árum. En mig langar svona í síðari hluta ræðu minnar að beina sjónum mínum kannski á aðeins þrengra svið og hérna ég með upp á glærunni sem sagt þessa stóru auðlindageira og súlurnar sína ákveðna sögu sem að skiptir gríðarlega miklu máli og við þurfum að skilja og bera virðingu fyrir því hvernig við höfum náð þeim árangri. Ég ætla ekki að fara út í sjávarútvegsmálin dýpra að þessu sinni og ég ætla heldur ekki að segja mikið meira ferðaþjónustuna. Ég ætla bara að benda á það að til þess að við getum haldið áfram með þessa línu sem að þarna dregst með því að fara á milli toppana, þá þurfum við að tvöfalda útflutningstekjurnar á næstu 15 árum. Og við þurfum að skapa meiri verðmæti í auðlindagreinunum og þá ágætt að hafa þau í huga að það verður næg eftirspurn í heiminum eins og ég rakti áðan og að mínu áliti augljóst að hugvitsútflutningur lykillinn að árangri. Ef við þrengjum aðeins sýnin á það sem að gerast og skoðum orkugeirann aðeins nánar, þá sjáum við að þessi þróun hefur auðvitað þegar farið af stað. Við sjáum hérna hvernig orkunotkunin að þróast yfir þetta 25 ára tímabil, hvernig hún að breytast gríðarlega til dæmis í Kína og við þekkjum það svo sem ágætlega sjálf að útflutningstækifærin í orkugeiranum til staðar. Þau til staðar. Við höfum 20 nýsköpunarfyrirtæki sem hafa komist á legg á undanförnum árum fyrir tilstuðlan Startup Energy Reykjavík. Við höfum sýnt frumkvæði og getu til þess að taka þátt í þeirri breytingu, þeirri þróun sem að eiga sér stað í þessum geira víða heim. Við erum þegar að flytja út gríðarlega mikilvæga þekkingu á sviði verkfræði og jarðvarmafræða almennt og við erum ekkert undanskilin þegar að kemur að því að fást við þetta risastóra mál sem að loftslagsbreytingarnar þetta stærsta sjálfbærnimál nútímans, þar sem að endurnýjanleg orka og nýting hennar gríðarlega mikilvægt vopn. Breytingarnar í heiminum, sú þekking sem að hefur byggst upp hér, sú auðlind sem að við höfum og getan til þess að nýta hana og deila þekkingu á þeirri færni, færir okkur í fang mikil tækifæri. Það nefnilega þannig að maður á ekki alltaf að bíða eftir því. Maður á ekki að bíða eftir því að hlutirnir breytist. Þetta fleyg orð sem að ég set hér upp og alveg eins og
steinöldinni lauk ekki vegna skorts á steinum, að þá hefur fyrrverandi olíumálaráðherra Sádi-Arabíu sagt að olíuöldinni muni ljúka löngu áður en olían verður uppurinn. Og það er ekki út af skortinum á olíu sem að öll sú breyting í okkar nærumhverfi að eiga sér stað, heldur vegna þess að við getum bætt lífsgæðin, lífskjörin okkar með því að halda áfram að þróa og finna betri leiðir. Ég get bara tekið mjög nærtækt dæmi bara heima frá mér. Það er ekkert langt síðan að ég lét setja svona gólfljós í anddyrið hjá mér sem átti að setja svona þægilega birtu upp á vegginn. Mjög smart, kannski komum 10 ár síðan. Mjög sniðugt sömuleiðis, en ekki nema bara þangað til að ég fattaði að ljósið hitnaði alveg gríðarlega og það bræddi þarna undan nokkrum skóm sólan. Og þegar ég kom með þetta vandamál til gæjan sem að seldi mér ljósið og þessa tækni, þá sagði hann við mig, og það voru ekki nema nokkur á liðan, sagði þetta er bara úrelt tækni, Bjarni minn. Þú verður að fara að fá þér LED-ljós. Það er bara nýja leiðin, það hitnar ekki einu sinni. Og það er líka alveg rétt, vegna þess að ég er með plasmatæki inn í sjónvarpsherbyggi sem að virkar eins og risastór ofn. En LED-tæki, ef ég myndi kaupa það í dag, þá myndi það ekki varpa frá sér neinum hita. Og það er áætlað að Bandaríkjamenn geti á næsta áratug dregið 40% úr orkunotkun heimila og fyrirtækja bara með þeirri tæknibyltingu sem að fylgir LED-perunum. Og kostnaðurinn við þær hefur sömuleiðis fallið 90% á 10 árum. Þannig að það er ekki smá breyting sem að eiga sér stað. Í þessu liggja gríðarleg tækifæri fyrir þá sem að vilja tileinka sig þennan geira eða tileinka sér þær breytingar sem að eiga sér stað og vera í fararbroddi fyrir breytingum og skapa úr þeim verðmæti. Með sama hætti var hægt að segja hér, ég vonaði sjáu þarna hvað er að gerast á þessari mynd. Við hættum ekki að brenna kolum vegna þess að við höfum klárað þau. Það var ekki kolaskortur sem að leiddi til þess að við hættum að upplifa kolaskýið yfir Reykjavík. Það var viljinn til þess að gera betur, tileinka sér nýjustu tækni og hugsa til langrar framtíðar með sjálfbærum hætti. Við hitaveitum borgin og síðan landið í framhaldinu. Og það er svona sem að við verðum að leyfa okkur að hugsa. Ef við horfum tilbaka og segjum þetta var fyrsta orkubyltingin, þetta voru fyrstu orkuskiptin, þá segi ég við erum núna á tímamörkum næstu orkubyltingar. Þar sem að ný tækni er stöðugt að verða til og færir okkur feikilega mikil tækifæri. Ein ágætt fyrirmynd sem ég tel að við getum fengið frá nágrannalöndum okkar er það hvernig Danir til dæmis að nálgast þetta. Þeir eru að horfa til 2050 núna. Þeir segja að 2050 þá ætli þeir að vera komnir 100% í sjálfbæra orku. Þeir vilja vera komið með helminginn í sjálfbæra orku núna fyrir 2020. Og fyrir 2030 ætla þeir að gera hvað? Það er ekki fyrir 2030 sem að þeir ætla að hætta að brenna kolum. Og 2035 eru þeir með önnur markmið sem að snúa að vindorkunni og nýtingu hennar fyrir fyrirtæki og heimili. Þarna er verið að horfa til 50 ára, til 2050. Í dag er þetta 35 ár. Af hverju eru Danir að gera þetta? Er það vegna þess að þeir telja að olían sé að verða uppurinn? Já, ég heldur geri sér grein fyrir því eins og allir aðrir að það er ekki á það treystandi til langstíma að þurfa að flytja inn alla orkunu sína. Þannig að örugglega er það hluti verkefnisins að verða sjálfbær sín orkumál.
En það þetta fleira sem kemur til. Þetta líka framlag Danmerkur til þess vanda sem að ég drap á hér áðan. Hvernig fáumst við gróðurhúsa lofttegundavandann, gróðurhúsa áhrifin, skýrt framlaginn í það, en það eitt í viðbót sem að skiptir svo miklu máli. Og ég held að við ættum að tileinka okkur. Það að ef þú nær forskoti í þessari rosalegu breytingu sem eiga sér stað, þá eru falin í því alveg feikileg tækifæri til að bæta lífskjörin heima fyrir. Til þess að safna þekkingu, til að búa til fyrirtæki, skapa störf, selja þá þekkingu eitthvað annað, selja vörurnar sem að af því hljótast, eins og þessar vörur sem ég var að nefna áðan. Það ekki síst það, og ef þið hittið Dani sem að hafa áhuga á þekkingu á þessu máli, þá lifna þeir allir við þegar þeir tala tækifærin sem að liggja í þeirri ótrúlegu breytingu sem eiga sér stað. Og við ættum svo sem að þekkja það, vegna þess að með þeirri breytingu sem að við leitum í þessari fyrstu orkuskipta umbyltingu sem að við leitum hér inn fyrir okkur fyrir löngu síðan, þá hafa skapast mörg störf og gríðarleg útflutningsverðmæti. Það dálítið spaugilegt að fara aftur í tímann til þessa tíma sem að við vorum enn að brenna kol. Ég veit ekki hvort að þið sjáið allt sem að hér á forsíðu Morgunblaðsins þessa daga. Við erum hérna annars vegar með afborgunarsölu á rafmagnseldavélum og það var hér raftækja einkasala ríkisins sem að eflaust væri á dagskrá hér ef að við værum ekki búin að leggja hana af, sem að var að hvetja menn til þess að taka þessu kostatilboði og svo sjáum við þarna hægra megin að það hafa einhvern tímann aðrir stjórnmálamenn staðið svona fyrir framan fólk og boða það að það þyrfti að gera breytingar í orkumálum. Og þetta einmitt fyrir kosningar í borginni sem að menn eru að lofa þarna að kolareikurinn sem að sést efst, hann verði bara hann muni tilheyra fortíðinni þegar að hitaveitan komin. Reykvíkingar, tryggið yður hitaveituna með því að kjósa C-listan sem vill svo skemmtilega til að var Sjálfstæðisflokkurinn einu sinni. Og Sjálfstæðisflokkurinn sigraði þær kosningar. Og ég geti haldið áfram að tala þessa hluti. Ég hérna með mynd sem að þið þekkið úr umræðunni og úr auglýsingum. Það eru tækifæri, já, til þess að rafvæða bílaflotann og það eru alls konar áskoranir sem munu koma þar upp vegna þess að við erum að nota eldsneyti til þess að fjármagna samgöngur. Við þurfum þá að finna nýjar leiðir til gjaldtöku. En eins og ég veit að fyrirlesari okkar hér í dag hefur bent á að þá þetta alvöru sjálfbærni í orkumálum þegar sjálf orkan sem sett á bílinn sjálfbær en ekki framleidd með öðrum síður umhverfisvænum hætti. Þarna eru mikil tækifæri. Ég fæ stundum til mín svona góðar hugmyndir og eitt af því sem hefur verið nefnt við mig nokkrum sinnum af hverju stíið ekki það skref í ríkisstjórninni að kaupa bara umhverfisvæna bíla fyrir ráðherrana. Jú, ég held að það sé ágætis hugmynd. Ég held að við munum gera það. En mér finnst hún svolítið dæmigerð fyrir umræðuna þessi mál og ég vil biðja ykkur að hugleiða það hvort maður muni frekar ná árangri með því að taka einhverja 5-6 bíla og skipta þeim sem að vissulega skiptir máli og setur gott fordæmi og fylgir eftir í verki stefnumótun sem að við höfum þegar leitt í lög, til dæmis með því að ívilna bílum af þessum toga, eða hvort að það líklegra að við náum meiri háttar breytingu og árangri með því að hugsa svolítið stærra og lengra inn í framtíðina, með markvissari hætti, með stærri áformum. Og það það sem ég held að við þurfum að gera. Við þurfum að setja okkur nýja, metnaðarfulla, langtíma orkuáætlun, orkustefnu. Að lokum langar mig að nefna eitt mikilvægt mál
sem tengist orkugeiranum, tengist líka langtímahugsun og með vissum hætti sjálfbærni. Ég held að við höfum svo sem oft í gegnum aldirnar verið mjög sjálfbær við Íslendingar nýtingu auðlinda. Ég veit að það á ekki við öll skeið og við fórum illa með skógana og við höfum líka stundað ofveiðar á köflum en við erum með sjálfbærar auðlindir í orku og í ríkisstjórnarsáttmálanum þá talað það að við ætlum að stofna stöðugleikasjóð. Þetta verkefni sem á rætur sínar í tíð fyrri stjórnar og þetta kannski hugmynd sem hefur birst áður í ýmsum myndum, en grunnhugsunin hér sú að við komum á fót stöðugleikasjóð sem haldi utan arð af orkuauðlindum í eigu ríkissjóðs og tryggi komandi kynslóðum hlutdeild í ávinningi af sameiginlegum auðlindum leið og hann getur verið sveiflujafnandi fyrir efnahagslífið. Við ætlum að koma á fót slíkum sjóði. Fyrsta skrefið að koma saman hópi sérfræðinganefnd sem undirbýr löggjöf sem við munum leggja fyrir þingið, frumvarp það efni. Og ég ætla núna fyrir helgi að koma þessum hópi saman og þau munu sitja í þessum hópi, Ingimundur Friðriksson, fyrrverandi seðlabankastjóri, Kristín Haraldsdóttir, lögfræðingur og sérfræðingur í auðlindarétti og Erlendur Magnússon, fjárfestir, og vinna að þessum undirbúningi og þessi sérfræðingahópur mun starfa mjög náið þverpólitískt sem gríðarlega mikilvægt vegna þess að það ekkert vit, það engin ávinningur í því að koma á fót einhverjum sjóði sem hugsaður til langrar framtíðar ef að það ekki þverpólitískur stuðningur við það og það líkur til þess að honum verði breytt við næstu kosningar og svo framvegis. En góðu fréttirnar eru þær að ég finn fyrir mjög góðum þverpólitískum stuðningi við þessa hugmynd sem við erum að leggja grunn að núna og ætlum að hrinda í framkvæmd á kjörtímabilinu. Sjálfbærni auðvitað grunnstef hér og sjálfbærni mikið notað í allri umræðu. Mig langar bara að því ég var að nefna það hér áðan við höfum svo sem verið sjálfbær oft á tíðum en það ekki nóg að vera sjálfbær út af fyrir sig ef það verði engar framfarir. Þetta grundvallaratriði að maður nái að gera hvort tveggja og á fyrstu glærunni sem þið sáuð áðan að þá var lagt upp með framsýni og jafnvægi sem svona grunnstef ríkisstjórnarinnar og þessi sjóður dæmi þá hugsun sem við viljum tileinka okkur. Það víða í stjórnarsáttmálanum talað fjárfestingu í menntun, samkeppnissjóðun, að við viljum útvíkka hlutverk samkeppnissjóða til skapandi greina, við viljum fjárfesta í orkubreytingunum sem eiga sér stað. En mikilvægast af öllu finnst mér vera það að við náum fyrst árangri ekki bara með sjálfbærni leiðarljósi, heldur líka að við náum á sama tíma að stuðla að framförum og bættum lífsgæðum í landinu. Nú hér að lokum þá langar mig til þess að kasta kveðju á fráfarandi framkvæmdastjóra Viðskiptaráðs og mig langar til þess að segja að það starf sem hefur verið unnið hér í Viðskiptaráði á undanförnum árum hefur skipt mjög miklu fyrir stefnumótun í landinu. Í samstarfi við Viðskiptaráð sem síðan aftur fékk McKinsey að borðinu þá var gefin út skýrsla sem McKinsey lagði okkur til og við sköpuðum samstarfsvettvang aukna hagsæld sem fór yfir með þverpólitískt og með hagsmunaaðilum nokkur megin viðfangsefni okkar og þessi viðfangsefni þekkið þið frá fyrri viðskiptaþingum og mig langar bara til þess að segja ykkur hérna frá fyrstu hendi, þetta hefur skipt gríðarlega miklu máli. Ekki bara til þess að opna umræðuna, heldur þetta hefur haft raunverulega þýðingu fyrir ákvarðanir sem við höfum tekið. Að skapa vettvang fyrir umræðuna, að fara yfir sjónarmiðin og taka síðan ákvörðun eitthvað sem gerist ekki af sjálfu sér og Viðskiptaráð hefur lagt mjög mikilvægt lóð á vogarskálarnar í þessu efni og það eru raunverulega breytingar sem hafa leitt af því. Ég óska fráfarandi framkvæmdastjóra þess vegna velfarnar á nýjum vettvangi og sömuleiðis nýjum framkvæmdastjóra Ástu Fjellsteð velgengni í hennar störfum og þakka fyrir mig hér í dag.